Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Fairytale at Sea er fjölskyldufyrirtæki í Ólafsfirði sem býður upp á ferðir á sæþotum, bæði skipulagðar ferðir og sérsniðnar að þörfum hvers og eins. Við litum við á bryggjunni á Ólafsfirði og hittum eigendur fyrirtækisins ásamt syni þeirra sem sýndi listir sínar á sæþotunni. Við erum sem sagt að bjóða upp á útsýnisferðir. Þetta er ekki sem sagt sæþotuleiga eins og hafa verið til á Íslandi. Þetta er sem sagt, þú kemur og ferð með leiðsögumanni, það er alltaf leiðsögumaður og sem sagt það geta hámarki verið 7 og hugmyndin er að sigla með því hérna bæði að Ólafsfjarðarmúla og Hvannadalabjargi. Það sem að þú skoðar dýralífið og fugla og svo bara náttúruna og njóta. Náttúran frá öðru sjónarhorni. Maður sem vanur að keyra bara með þeim fjallavegum eða að fara upp í fjöll. Hérna erum við komin á annan level sko, sem náttúrulega bara er frábært. Hvernig kviknaði hugmyndin að þessu fyrirtæki? Já, vorum búin að vera að pæla í sko svona siglingu með túrista en eins og slöngubátarnir, það er svolítið erfitt, það þarf að vera skipstjóri og vélstjóri og allt, þannig að duttum bara ofan á þetta. Bróðir konunnar var nú nefndi einmitt sæþotur, þannig að þetta kom nú svona óvart bara, svo við skelltum okkur bara á að pröfa. Þetta er líka eina fyrirtæki á Íslandi sem býður upp á svona ferðir, að það hafi verið í gegnum tíðina stundum leigur á sæþotum, en við töljum okkur vera svolítið í sérstuðu með að bjóða upp á bara túra eða ferðir á sæþotum. Og þetta byrjaði allt saman bara í fyrra? Já, fyrir tæpu ári, já. Þetta er svona að rúlla af stað eins og maður segir. Já, en þá svona næstu því kynningastígi, en svona, já, aðeins byrjað að panta ferðir og hérna, já. Og spyrjast út og svona, þetta kemur allt, sko. Hverjir eru það þá sem eru helst að sækja þessar ferðir? Fyrra sumar voru það nú svolítið svona snjóslega gaurarnir á Íslandi svona, sem langaði að fara og spóla og leika sér og sumir sem hafa farið erlendis og pröfað á sólarströndum að fara á sæþotur sko. Meirihluti voru Íslendingar. Það eiginlega kom okkur svolítið skemmtilega óvart. Já. Hvernig er svæðið hérna svona með til þessara ferða? Ég myndi bara að segja að það var kjörið. Já. Það er svo margt að skoða hérna undir múlanum með fallega víkur og Haldánahörð og Mígindisfoss, Hvannadalabjarg. Það er bara óteljandi hluti sem er frábært að skoða. Þá maður fari aftur og aftur. Og svo er rosalega fallegur staður þegar svona einlega við endan það sem Hvannadalabjargi fyrir að lækka. Það er hérna Sýrdalsvogar. Já, Sýrdalsvogar. Það er staður þar sem að í gamla daga þegar menn voru meira sér að róa á sjóinn, þá hérna lögðu þeir línu og þú getur siglt inn fyrir svona kletta og þá fóru þeir þar og borðuðu nestið sitt og lögðu sig með hana kannski 2-3 tíma meðan að fiskurinn var að bíta á og semst svo réðu þeir út og drógu línuna og fóru heim. Þar höfum við stundum farið í land þegar náttúrulega vel viðrar, farið inn í þessa vík, farið í land og svona aðeins bara á svolítið flott tilfinning að standa á einhverju skeri bara, þú veist, og maður er bara með úthafið þarna og einhvern veginn, þetta er bara upplifin sko. En til þess að fara í svona ferð þá þarf maður nú ýmsan búnað, ekki satt? Jú, sem sagt þú færð sem sagt svona flískalla innanundir svo þið verði ekki kalt og svo ertu í svona bara þurrbúningi og með vettlinga og þú ert í skóm og þannig að það er engin hægt að verði kalt. Svo eru hjálmar og talstöðar þar sem að ég get tala við þann sem keyrir. Þannig að hérna, það er mjög gott að stýra hópnum með því. Hvernig kemur þú að þessum ferðum hérna í fyrirtækinu? Ég er bara svona að hjálpa til og svona bara stundum fer ég með. Þeir sem vilja ekki keyra, bara vilja horfa á útsýni og svona, þá bara fer ég með þá ef þau vilja. Hvað finnst þið skemmtilegast við þessar ferðir? Já, bara að horfa á útsýnið og það er líka mjög skemmtilegt að fara hratt og já, að sjá hvali og höfrunga og svona og líka þegar það er svona smá öldur, ekki of miklar en þegar það eru svona smá hossur þá er það líka mjög gaman. Til að sýna okkur hversu vel búningarnir fljóta ákvað Viljar einfaldlega að skella sér í sjóinn. Hann segir það ljómandi fínt að liggja á bakinu í sjónum enda búnaðurinn góður. En hversu stóran hluta ársins er hægt að fara í ferðir sem þessar? Kannski fram í október og vonandi hægt að byrja svona í mars. Já. Það er svona, erum að vona að það gangi svona, en allt snýst þetta náttúrulega veður. Já, við fylgjum veðrinu sko, það er bara þannig.
Við stjórnum því ekki, það stjórnar okkur, þannig það er bara, við bara lútum því. En er erfitt að stýra þessum þotum? Er þetta fyrir hvern sem er? Það hefur engin lent í vesen ennþá, en fólk er náttúrulega misjafnt á faratækjum yfir höfuð. Sko ég held eftir svona 5 mínútur þá farir að slaka á. Fólk verður svolítið pínu stressa sko fyrst af því þetta er náttúrulega öldur og svona. En ég meina við förum ekki trætt, við leyfum fólki að venjast og svo þegar svona aðeins fara að slaka á hörðanum svona þá já ok, þetta er í lagi. Þá getur fólk fara að njóta. Norðlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi.